Ég ætla að byrja bara á því að kynna mig aðeins. Ég heiti Sandra Rebekka og ég vinn sem sjónlistakennari í Giljaskóla og sem stundakennari við Háskólann á Akureyri. Og mínar svona helstu áherslur hafa verið tengdar listum þar sem ég kenni sjónlistir og notkun tækni í kennslu og hvernig hægt að nota sköpun og tækni í öðrum greinum, þeim til framdráttar og listunum líka. Þannig að blanda þessu saman í svona markvissri samþættingu. Þegar ég byrjaði að vinna fyrir einhverjum árum, þá voru allir með skipulagsbók í Giljaskóla og hún var mjög flott. Hún var unnin frá kennari hérna innan skólan sem að gerði fyrir okkur svona flottan vikugrunn sem að við prentuðum út eitt fyrir hverja viku og skrifuðum þar inni. Og það til óteljandi útgáfur auðvitað af skipulagsbókum og það bara mjög mismunandi hvernig kennarar að vinna þetta. En hér í Giljaskóla þá voru flestir að vinna með þessa vikugrunna. Þeir voru mjög flottir og eru mjög velgerðir. En ég fór fljótlega að hugsa að mér langaði að gera hlutina á öðruvísi hátt. Og það voru eiginlega tvær ástæður fyrir því. Númer 1 var sú, þegar ég byrjaði þá skrifaði ég inn í allt með penna. Af því að ég var ekki alveg búin að kynnast kennarastarfinu og hér væri mikið uppbrot og breytingar og ég þyrfti endalaust að vera að færa hlutina til og það væri kannski ekki alveg að negla hlutin í stein eins og ég sá fyrir mér þegar ég skipulaði bara árið út og ætlaðist til að allt myndi standa, gerði ekki ráð fyrir eigin veikindum né barna minna og hvað þá öllu uppbrotinu sem fylgir skólastarfi. Mér langaði að þetta væri einfaldara fyrir mig. Mér langaði að gera einfaldara fyrir mig að skipuleggja kennslu, halda utan um nám nemenda og mína eigin kennslu og þegar aðrir kæmu að leysa mig af. Mér langaði að hafa þetta einhvern veginn bara einfaldara og skilvirkara og mér langaði að gera þetta sjálfbærara. Ég var náttúrulega að vinna að því að innleiða nýju aðalnámskrána sem leggur mikla áherslu á sjálfbærni og að því ég kenni sjónlistir þá erum við að nota rosalega mikinn efnivið. Þannig ég var mjög meðvituð um það að ég væri að nota mjög mikið af efni og langaði að gera þetta aðeins sjálfbærara og einfaldara. Þannig að ég ákveða að prófa mér áfram og þetta búin að vera smá þróunarvinna og mér langaði að sýna ykkur bara frá upphafi til enda hvernig ég skipulegg kennsluna mína, bæði mína vikulegu kennslu, hvernig ég set upp námskrána fyrir kennsluna bara fyrir árið, hvernig ég sé að halda utan mætingar hjá nemendum, hvernig ég sé að halda utan þeirra eigin verk, hvað þau að gera, hvernig ég held utan námsmat og allt annað á svona rafrænan hátt og að mörgu leyti að mér finnst auðveldari hátt. Það að segja að þetta ákveðin vinna þegar maður byrjar en svo að fara frá ári til árs finnst mér persónulega vera ótrúlega þægilegt af því að þetta allt tilbúið. Ég þarf oft bara að endurnefna árgangan og annað og ég ætla að sýna ykkur það núna og reyna að deila skjánum með ykkur og sjá hvernig það gengur. Glæsilegt. Sjáu þið núna skjáin minn? Frábært. Til að byrja með þá set ég upp mína kennslu í Google Kalendar og Google Kalendar ætlaði nú bara að minnka ykkur hérna. Google Kalendar virkar á þennan hátt að ég hérna til vinstra megin, ef þið sjáu, þetta eru dagatölin mín. Hérna mitt persónulega dagatal, dóttir mín, afmælisdagar, fjölskyldan, háskólakennslan mín, sonur minn og önnur dagatal. Hérna kennslan mín í Giljaskóla, fundir sem ég sit vegna réttindanefndar, sérkennsla og ýmislegt slíkt. Og Google Kalendar virkar þannig að maður getur búið til eins mörg kalendar og maður vill og maður getur síðan litakóða þau. Og það sem svo þægilegt við þetta að ef mér langar bara að sjá kennsluna mína en ekki dóttur mína þá bara afhaka ég hana og þá sé ég eingöngu þetta bláa sem kennslan mín í Giljaskóla og þetta gráa sem bara mínir persónulegi viðburðir. Og eins og þið sjáu núna, við erum í miðjum menntabúðum. Það sem svo þægilegt við þetta að þegar ég byrja að kenna á haustin og ég fæ stundatöfluna mín í hendurnar, þá byrja ég á því að setja inn alla kennslu með því að ýta einfaldlega á plúsin, create, eða setja músina hér inn á dagatalið. Og þannig get ég sett upp
alla kennsluna mína og ég þarf bara að gera það einu sinni af því að svo læt ég bara þennan viðburð, þar að segja þegar ég að kenna 7. bekk klukkan 8:10 á mánudagsmorgun, ég læt það bara endurtaka sig. Síðan þegar ég er búin að setja upp alla kennsluna þá fer ég yfir með skóladagatali við hlið mér og ég tek út þegar það eru starfsdagar eða eitthvað annað, þemadagar, þá eyði ég út viðburðunum. Þannig að nú er ég með alla kennsluna mína skipulagða í dagatal út vorið og ég ætla að taka það fram núna. Ég er, eins og ég segi, ég er sjónlistakennari þannig að ég er að fá mismunandi hópa en ef maður væri umsjónarkennari eða einhvers konar annars konar kennslu þá gæti mér auðvitað að setja inn hvað sem er hér, hvort það væri þá bara íslenska eða bekkjafundur eða hvað það er, hvernig maður setur kennslun sína upp. Og á þennan hátt þá get ég haft skóladagatalið alltaf tilbúið fyrir fram að mig, ég er með þetta í símanum mínum og það er oft auðvelt fyrir mig að bara sjá fram í tíman og skipuleggja mig. Þannig að ég nota Google kalendar á þennan hátt. Síðan nota ég hérna Google Sheets. Hérna hef ég sett inn kennsluna mína og hún er sett inn, ég ætla aðeins að minnka þetta svo þið sjáið, fáið svona yfirsýn. Stærðin á þessu var hönnuð þannig að þetta passaði akkurat á tölvuna mína sem ég vinni í skólanum, ekki fartölvuna heldur stórtölvuna, þannig að þetta passar akkurat þegar ég opna. Og þetta er einfallega þannig og þetta er grunnur sem var unnin af heimilisfræðikennari sem að starfa með mér í teymi. Og hér erum við með viku. Hver vika er einn dálkur. Og ég fæ hvern bekk eða suma bekki 2 sinnum í viku. Þá er ég hérna með 4. bekk og kannski er ég með hana mánudögum og þriðjudögum. Þetta fer ég síðan yfir og tek út, hérna eru gulir dagar, rauðir dagar sem að detta út af einhverjum ástæðum og grátt hjá mér er þegar ég sit hjá í ákveðinu rúllu, við erum svona rúllusystem og nú er ég ekki, þessar vikur er ég ekki að kenna 8. bekk. Þannig að þarna getur maður sett upp allt skóla árið í heild, sett inn alla daga og haft kassa til að skrifa inn í hvaða maður ætlar að gera. Og eins og við sjáum því fyrir aðeins neðar, ég er náttúrulega ekki búin að skipuleggja mig neitt mikið lengra nema upphaf því ég fæ nemendur til mín og lokin þegar ég fer í mat. Síðan, ef ég er að keyra upp sama prógramið oftar en einu sinni, þá er mjög einfalt fyrir mig að taka þennan hérna kassa og líma hann inni þegar ég er að fara að kenna hann aftur, af því ég þarf stundum að renna sama prógraminni gegn 2 og í flestum tilfellum 4 eða 5 sinnum. Þannig að svona hef ég þetta hérna bara fyrir augunum. Hérna er bara kennslan mín. Og þetta er unnið í Google Sheets og gæti alveg eins verið Excel. Mér finnst gott að vinna í Google Sheets og hafa þetta bara allt online líka því að við erum að vinna svo mikið í Google innan skólans. Hérna neðst sjáu þið flipa. Og fyrsti flipin er þetta kennslu skipulag. Þar til hliðar er ég með námskrána mína og hún er auðvitað í stöðri breytingu og í þróun en svona er hún í dag. Ég ætla að stækka þetta, ekki minnka, afsakið. Og hérna er ég með 4. árganginn, 5. árganginn, 7. árganginn og þar fram eftir götunum. Þetta gæti verið stærðfræði, íslenska, samfélagsfræði ef ég væri að kenna fleiri greinar en eina. En svona hef ég þetta hjá mér. Hérna er síðan listasögutímabilið sem ég er að kenna út frá. Það gæti þá verið eitthvað annað, einhvers konar yfirmarkmið. Verkefni sem ég ætla að vinna út frá listasögunni, tækni og aðferðir sem ég er að nota, efniviður og tenglar og ítarefni. Mér finnst mjög gott að hafa námskrána bara inn í þessu sama skjali og hafa hana mér til hliðar því að ég pröfa kannski eitthvað í fyrsta sinn, það gengur ekki og ég vil skrifa bara strax inn í námskrána og breyta því inn í þessa skólanámskrá. Þannig að í næsta sinn þegar ég fer að kenna þá er ég bara strax búin að breyta og ég man það þegar ég fer að kenna næst. Þar á eftir koma allir árgangarnir sem að ég er að kenna. Ég kenni 4. til 10. bekk. Ef ég vel 4. bekk þá ætla ég að sýna ykkur hvernig ég set þetta upp. Hérna er ég með nöfn nemendana minna. Þau koma hér. Þetta er semst 1 árgangur og ég er búin að lita kóða hann gulur, rauður, grænn og blár af því að þau eru 4 skipt hjá mér. Ég fæ þau í 4 hópum og ég fæ fyrst gula hópinn, síðan rauða, síðan græna og síðan bláa. Þannig að nafn nemandans kemur hér.
Hér er ég með dálk sem að rennur bara svona undir þannig að nöfn nemendana fylgja alltaf dagsetningunum því að hérna merki ég við mætingar. Og hérna fremst er ég með notendanafn nemenda. Þetta gæti verið ef þau eru að nota til dæmis SISO eða ef þau nota Google eða hvað sem þau eru að nota, þá finnst mér mjög gott að hafa notendanafn þeirra og lykilorðin til hliðar og auðvelt fyrir mig að hafa þetta alltaf fyrir augunum ef að þau gleyma, sérstaklega þessi yngstu. Hérna er ég síðan með dagsetningarnar og svo merki ég við nemendur og það kemur svona drop-down listi eða fellivalblað hér, mættur, seint, leyfi, veikindi eða fjarvist. Hérna aftast er síðan samantekt, þannig eftir skólaárið þá get ég séð og fengið yfirsýn yfir mætingu nemandans. Mér finnst mjög þægilegt að hafa þetta svona hjá mér þegar ég er að fara í námsmat eða annað, þá er oft gott að fá útskýringu á því af hverju ákveðin verkefni eru ókláruð og annað ef að nemandi hefur verið mikið veikur, mikið leyfi eða mikið af fjarvistum. Svona er ég með alla árgangana mína. Hérna uppi eru sömu litir, gulur, rauður, grænn og blár. Og þetta eru þau skipti sem að nemendur eiga að mæta til mín, hver hópur fyrir sig. Auðvitað er þetta að vera með bara einhvern standard fjölda af skiptum og svo bara minnka og bæta við eftir þörfum. Ég valdi að hafa þetta svona þannig að ég gæti í rauninni séð bara hversu mörg skipti ég hef með nemendum. Ekki það, hérna kemur til dæmis eitt ásanlegt uppbrot. Þannig að þá gæti ég bara setta inn, hér dettur út skipti vegna þessa. Og eins ef ég er veik eða það er einhvers konar annars konar uppbrot. Aftast er ég svo með formatað hérna inn í skjalið hvað exið þýðir. Bara þetta er í rauninni bara forritunin á bakvið það sem að birtist hér. Það sem að mér finnst mjög þægilegt við þetta er númer 1 að hafa þetta yfirsýn yfir mætingu nemenda og hafa yfirsýn yfir hversu mörg skipti ég fæ nemendur af því að ég fæ nemendur takmarkað. Mér finnst mjög þægilegt að hafa hérna notendanöfn og lykilorð nemenda ef að ég skildi, eða þau skildu gleyma þeim, ég náttúrulega man þau ekki. Námskráin hérna, gott að geta breytt henni jafnóðum og kennsluskipulagið, ég er með þetta þannig að þetta hafa allir kennarar innan skólans aðgang að. Það þýðir að ef ég er veik og ég þarf að fá afleysingu, þá getur hver sem er farið hérna inn og séð hvað það er sem að ég ætlaði að fara að gera. Stundum er það þannig að ég er að fara að gera eitthvað sem er kannski frekar flókið eða eitthvað sem að ég hugsa væri erfitt fyrir einhvern að koma bara inn í sem þekkir ekki neitt. Þá get ég farið inn í þetta skjal í símanum mínum ef ég er veik heima upp í rúmi og breytt þessu. Þannig að viðkomandi fer inn, sér hvað hann á að gera og við getum þannig að verið alveg á sömu línu hvað við hefum gert í tímanum. Ef að það kemur uppbrot, þá get ég bara tekið þennan kassa, skrifað að hér hafi uppbrot átt sér stað, ég ætla bara að kopja hann. Þannig ef að þetta var tíminn sem ég var að kenna síðast, það verður uppbrot, ég ætla að kopja hann, ég ætla að færa hann bara yfir í næsta, hér, og hérna ætla ég að segja rithöfundur kom og las fyrir börnin. Sem dæmi. Þannig að það er orðið mjög þægilegt að breyta og færa og skipuleggja sig. Ef ég fer aftur hérna inn í 4. bekk þá langar mér að sýna ykkur síðasta dálkinn sem ég var ekki búin að fjalla um og það er hérna ferilbókardálkurinn. En ég held utan námnemenda minna með því að gera ferilbók. Og það virkar þannig að nemendur fá ferilbók á borð við þessa þegar þeir byrja í 4. bekk. Hérna inni er allt kennslu og námsefni sem að þeir munu fara í, svona ef allt gengur upp. Hérna er ég með ákveðna kennslu eða glósur fyrir þá og það er mikið inn hérna í 4. bekk af því að þau eru að koma til mig fyrst og eru að læra inn á tæknina og hvernig þau gera hlutina þannig að það er mjög gott að hafa sem mest tilbúið fyrir þau þannig að ég sé ekki í rauninni að ætlast til of mikils af þeim. Og hér inni sem dæmi, hérna er litafræðiverkefni. Hérna er texti það sem þau eru að fara að gera, hlekkur á verkefnalýsingu og hér er
í rauninni mjög auðveld lýsing fyrir hvað þau eiga að gera. Þau eiga að setja hérna inn mynd af verkinu og hér setja þau inn ígrundun. Og þau nota þetta Padlet og iPada til þess að skrásetja sitt lærdómsferli. Það gera þau með því að íta á plúsin hérna fyrir neðan og bæta inn hverju sem inn í ferilbókina sína. Þannig að þetta ferilbókagrunnur sem að hver nemandi fyllir svo inn í. QR-kóðinn af þessari ferilbók hér inni. Þannig að þegar ég fer í námsmat, þá þarf ég eingöngu að velja þennan dálk, afrita hann og líma inn í námsmatsskjalið sem við sem skóli erum að nota. Því að inn í hverri ferilbók hlekkur á námsmatsskjal. Námsmatsskjalið ég búin að búa til og það unnið upp úr aðalnámskrá og hér 4., 5., 7. og upp í 10. bekk. Ásamt auka flipa hér varðandi mat í listgreinum. Þetta bara úr aðalnámskráni. Þetta eru hæfniviðmið sem að ég búin að vinna upp úr aðalnámskrá og aðlaga að því sem að ég ætla að kenna. Og hér hef ég sett inn dálka eða svona litla kassa sem að við síðan litum í lokin, þar sem að við litum þetta grænt ef að nemendur telja sig vera búin að ná þessu, gult ef þeir eru ennþá að vinna í því og rautt ef þeir eru ekki byrjar að vinna í því. Þetta námsmatsskjal fylgir þeim út skólaárið, 4. bekkur, 5. bekkur, 7. bekkur, 7. bekkur og svo áfram. Og auðvitað þetta eitthvað sem líka í stöðugri mótun, en svona stendur þetta núna. Þannig að þegar að foreldrar fá þennan QR-kóða í námsmati, þá geta þeir farið inn í ferilbók nemandans sem að verður þá á endanum orðin full af alls konar hlutum og séð námsmat viðkomandi nemanda hér. Einnig ég búin að vera að prjófa mig svolítið áfram með að nota Google Forms til þess að láta nemendur gera þetta sjálfsmat. Þá ég búin að búa til form hér sem að nemendur fara inn á og ég geri það með því að nota Apple Classroom og senda bara alla iPadana á sama tíma inn á þessa vefslu, þannig að þau þurfi ekki að gera neitt nema bara að vera með iPadin. Og þau fylla sem sagt þetta hérna út og hér eru spurningar sem eru byggðar á þessum hæfniviðmiðum. Þannig að þegar ég kom með þessar spurningar í hendurnar, þá get ég farið yfir og fyllt þetta hérna út eftir hæfni nemenda. Þetta hérna skjal, þegar nemendur eru búin að svara, þessi svörun, ég set hana einnig inn í námsmatsmöppuna í ferilbókinni. Þetta svona í grunninn þar sem að ég geri, hvernig ég skipulegg þetta. Vona ég hafi ekki farið of hratt yfir sögu og þetta hafi verið nokkuð skýrt og svolítið mikið. Bara takk fyrir, bara mjög áhugavert, gaman að sjá. Ekkert mál, bara gaman að vera með ykkur. Það að byrja icebreaker, þannig að það væri gaman ef þið farið þar yfir. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt á Auðtís að pröfa að vera svona icebreaker og spjalla face to face. En ef þið eru með spurningar eða viljið fá eitthvað frá mér, einhver sniðmátt eða eitthvað, þá sendið mér bara tölvupóst. Það sandra@giljaskoli.is og ég líka inn á starfsmannasíðu Giljaskóla. Þannig að endilega verið í bandi ef þið eru með einhverja spurningar eða ykkur langar að fá eitthvað af því sem ég var að sýna ykkur. Takk fyrir. Það er náttúrulega bara alveg frábært. Takk fyrir það. Endilega, sendið þið bara á mig. Takk. Bye bye. Takk fyrir. Bye.